En hvað með spillinguna á Íslandi í dag? Við báðum þingmanninn að koma með skýr og klár dæmi og draga nú ekkert undan. Já, við náttúrulega getum tekið dæmi sem HS Orku, af því að það nú alltaf verið að mæra hér erlenda fjárfestingu. Í fyrra skilaði HS Orka 6,8 milljarða króna hagnaði. Reykjanesbær fékk 50 milljónir af því. Já, bara skítir í. Já, bara skítir í. Þetta bara eins og strætómiði sko, upp í ferðalag til tunglsins. Sko. Skiptir engu máli. Þetta 0,8% af hagnaði. Og þessi 6,8 milljarðar fara náttúrulega bara til Kanada í staðin fyrir að fara til Reykjanesbæjar sem svo sannarlega hefði nú þurft á þeim að halda. Þetta þessi erlenda fjárfesting sem að sumir og heilu stjórnmálaflokkarnir mæra svo mikið. Ross Beatty, sá sem á Magma, hann lánar persónlega fyrirtækinu 20 milljónir dollara á 8% vöxtum með 2,5% lántökugjaldi. Á sama tíma og vextir á alþjóða fjármálamörkuðum eru svona 1 til 1,5%. Hugsaðu það. Þetta bara verið að ræna arðinum af auðlindinni og fara með hann til útlanda. Og það eru, eins og ég segi, stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar sem að halda því blákalt fram að þeir séu að gæta hagsmuna Íslendinga með því að heimta að fá svona fyrirtækin í landi. Þeir eru að gæta einhverja annara hagsmuna sem eru einhver staður undir yfirborðinu og þurfa náttúrulega að koma í ljós. Því að þetta bara þekkt að sérhagsmunir aðgang að stjórnmálamönnum og stjórnmálum og lagasetningu út allan heim. Og svona virkar þetta. Þeir kaupa sér aðgang að ráðherrum í gegnum makana þeirra, þeir kaupa sér aðgang að stjórnmálaflokkum í gegnum einhvers konar díla undir borðið, því að það þarf ekki að horfa á þetta nema í 5 mínútur til að menn sjá að þetta gengur algjörlega gegn hagsmunum þjóðarinnar. En samt nóg af fólki sem heldur því fram að þetta sé það sem við þurfum á að halda. Útlendi maðurinn vill okkur og ég segi já. Já, og þetta náttúrulega þekkt, ég meina, olíuhreinsunarstöðin í Arnarfirðinum sem var nú talað sko. Þessir menn eru kallaðir prospectors sko á alþjóðamarkaði og þeir taka að sér verkefni fyrir stór fyrirtæki. Ég skal vinna að því fyrir ykkur að fá land undir olíuhreinsunarstöð á Íslandi gegn ákveðinni greiðslu og ef að það tekst þá fæ ég bónus og svo taka menn þetta að sér og segjast vera að gæta hagsmuna þjóðarinnar á öllum stigum málsins eins og hann gerði hérna fyrirverandi sendiherrann sko. Það sama með náttúrulega Alcoa á Reyðarfirði á sínum tíma. Það byrjaði nákvæmlega svona og Norðurál í Hvalfirði, Norðurál í Helguvík og á Bakka. Það eru einhverjir menn sem eru þar að berjast fyrir hagsmunum fyrirtækjana fyrst og fremst á forsendum sem að ganga ekki upp þegar kemur almannahagsmunum. En geta hagsmunir fyrirtækjana og landsmann ekki farið saman? Jú, þeir geta það svo sannarlega en þetta bara, sko, þetta heimur sem við þurfum að fara mjög varlega inn í og ég tek alltaf sem dæmi, sko, olíuauðinn og sem auðlind að við höfum 2 ríki í heiminum þar sem að þau búa yfir gríðarlega miklum olíuauðlindum. Í öðru þeirra eru auðlindirnar allar í eigu erlendra stórfyrirtækja og þetta eitt af fátækustu ríkjum í heimi. Í hinu eru auðlindirnar í eigu ríkisins og þetta ríkasta land í heimi. Það mismunandi eignarhald á auðlindunum. Það Noregur. Það Noregur og það Nígería. Þetta alveg nákvæmlega sömu auðlindirnar. Það að vísu fleira fólk í Nígeríu en arðurinn af auðlindinni, hann skilar sér ekki inn nema til ákveðins lítilshóps yfirstéttarinnar. Og við þurfum bara að passa okkur að verða ekki, sko, og við munum verða Nígería ef við höldum áfram á þessari braut. Við þurfum að passa okkur að gera það ekki. Og það þetta sem að skiptir svo miklu máli með auðlindirnar. Það þarf að nýta þær skynsamlega, skref fyrir skref. Mér heyrist, sko, stefnubreyting hafa orðið hjá Landsvirkjun til dæmis í þeim málum sem til bóta. En það sem búið að gera hér með til dæmis Hellisheiðarvirkjun og selja raforkuna úr henni til orkuframleiðslu og áli og það sem að fyrirhugað að gera á Reykjanesi, þar sem að við nú komið fram að
að þessi heitavatnskerfi eru í rauninni bara námur sem að tæmast. Þetta er ekki sko endurnýjanleg auðlind. Já, það er smá mínus. Það er svolítið mikill mínus og við þurfum að fara varlega í því. Annars endum við með HS orku og magma sko út allt land og 0,8% af arðinum rennur til þjóðarinnar sem að dugir sko fyrir kannski pappírskostnaði við umstangið.